Já, veriði velkomin árið góður hér í Káa TV. Hér leikur Káa og Dalvíkur Reynis að fara að byrja. Það sjáum við lið Dalvíkur Reynis og kannski rennum betur yfir liðin þegar leikurinn hafinn. En þetta fer að fara af stað hérna hjá okkur í Boganum. Verður vonandi bara flottur leikur hjá okkur. Bæði lið ósigruð í mótunum til þessa. En Káa á toppnum með 12 stig, fullt úr stig eftir fyrstu 4 leikina. En Dalvík Reynir með 8 stig, 2 sigrar og 2 jafntefli. Það á meðal jafntefli gegn Þór, sem einu stigin sem að Þór hefur tapað til þessa. Og svo er það með 10 stig í öðru sætinu. En þetta verður, eins og ég segi, vonandi bara hörku leikur hér í dag í Boganum. Þessi leikur var uppalega ferður á. Það var alltaf að gráta aftur fyrir vonandi síðustu hrinuna. Marino að tala við fyrirliða Káa Lexa og með einhver skilaboð á Filip.
Já, þá byrja Mason uppgjöf. Já, þessi inni. Slegið hjá Matteo. Flott uppgjöf hjá Gísla þarna. Það gerir vel þarna, sleppti að taka boltan og boltinn fór bara beint niður. Það var Magnús í uppgjöf. Altanes. Það er fín móttaka af Birki. Og þessi er út fyrir netspíruna. Þessi úti. Nei, þau vilja nú meina að sé 4-2. Já, Matteo slæðir við blokkinu út. Matteo tók fram pönnukökuna. Já, hann er lægstur. Nei, hann er alltaf að dreppast í fætinum. Já, það fer ekki saman stigum hjá okkur og Datamáli. Það er samkvæmt leiknum er 5-4 fyrir Káa. Já, við erum á lagfæra það. Já, þarna tók Matteo leggs á þetta bara og prófa eitthvað nýtt. Martin Jökjöf. Og móttaka hjá Birki. Ekki alveg nógu gott.
spil á Lexa þarna. Íri beitir upp á sig sökina. Það setur henni netti. Og kemur okkar sterkasti maður í uppgjöf í dag, Gunni. Vel gert hjá Mason þarna. Já. Já, Hákon eitthvað aðeins að gleyma sér þarna. Það er allt partur af leiknum, vonandi hefur þetta bara einhver áhrif. Nei. Já, Gunni þetta með net. Það var staðan 7-7. Fínt, vel gert til Gísla að blokka það. Magnús það bara skilja honum yfir. Filip vann þetta móti Mason. Já, Marino dæmir færslu þarna. Fín uppgjöf þarna. Óöfnir. Valgeir komin í uppgjöf. Góð móttaka hjá Gunna þarna. Og Gísli. Já, það er flott. Á þessu. Já. Nei. Þessi er bara að fara í nestringin og góð tilraun hann hjá Birki að bjarga. Fannst þetta að vera 4 hjá KA en Marino sjá þetta ekki töluvert betur en ég. Og þá er alltaf eins komið yfir. 9-8. Þessi að beint aðeins á svæðinu. Heilt slegið hjá Matteo. Góð uppgjöf með Filip hana. Þessi er úti. Káa skemmtilega komið aftur yfir. Eison heldur bara áfram í þessu.
Fín uppgjöf hún líka. Matthea setur hann í Magnús út. Gert hjá Benna. Ég held að ætlum bara að hvíla Matthea aðeins og spila bara með á miðjuna. Seti á. Enn og aftur í blokkinu og beint niður. Svitsi megin. Matthea var að skora sér 24. stig áðan. Benni áfram í uppgjöf. Fín uppgjöf þarna hjá Benna. Svona, já. Meira svona, meira svona. Álftanes tekur leikhlé. Benni var að taka sína þriðju uppgjöf, allt klárt aftur, 15-11. Með sleið á Mason þarna, nei, Matthew Gibson. Það var Ársteinn sem fer í uppgjöf. Já, frábær Howard, en þeir rífað upp úr gólfinu einhvern veginn. Aftur Howard, en þarna var enginn. Vantaði einhvern undir. Það er 16-12.
Matteo í uppgjöf. Svolítið nálægt en Gunni gerir vel og ítir sér háhörðina út. Og sá ekki alveg hvað Marino dæmdi hana fyrst en Gunni leiðrétti það. Gunni að skora sitt 7. stig hérna áðan. 2 ásar. Átján 12. Missaði í netið. Skoraði engu að segja sem fyrsta ás þarna áðan. Skora 8 stig úr þegar hann í uppgjöf. Já, þetta var touch. 19-13 og Gunni komin í uppgjöf. Já, við erum hérna í einhverjum furðulegum málum hérna hjá okkur en erum vonandi að ná að bjarga þessu. Eins og segi staðan 1-0 fyrir KA hérna í þessum leik í bóðanum. Þetta er lag fyrir gestina. Boltar út á kantinn og kemur fyrirgjöfin. Hún er aðeins og löng, enda beinti á Jalo í markinu. Kavalið hérna stillir sóttinni sinni í gang. Gera vel í að finna Steinþór, brotið á Steinþóri, ekki dæmt. Og hann svo dæmt, Kavalið svo dæmt brotlegt í kjölfarið. Já, mér sýnist Steinþór var orðinn svolítið pirraður á þessu. Já, þið veist velveringar á sem tækni örðuleikum sem búin að vera hjá okkur núna. Blak fútbolti er eitthvað að skiptast á og víxlast. Vonandi erum við búin að finna lausn á þessu og Blaki fer aftur á staða eftir. En þessi leikur hérna í bóðanum búinn að fara ágætlega af stað hjá KA-liðinu. Jalo með boltan fram. Og reynir KA-lið bara aftur. Hrannar tilbaka á Brynjar, Andri Fannar. Já. Gera þetta ágætlega strákarnir og sendingin ekki nægilega nákvæm og dettur til gestana. Já, eins og ég segi, núna það eru aðrir sjáum Blakleikinn, þeir eru vonandi að ná að stýra þessu betri á sér. Þannig að Blakunundir fái sitt líka, en hérna brýtur Nökkvi af sér og gestirnir í ágætis séns hérna. Aukaspyrna sem að Jón Heiðar Magnússon vísundur að taka uppalinn í KA
spilaði þó nokkra leiki með Kristoffer Káa áður en að fór svo endanum til Dalvíkur Reynis. Sjáum hvað hann gerir hér. Þetta kemur spiltan, reynir að setja hann fyrirgjöf en Jaló kýlir þetta í burtu. Hér tekur hann niður. Þetta er Brynjar Inga, Brynjar kemur hann fram en boltinn út fyrir. Já, eins og ég segi, við erum að reyna að koma blækinu aftur að stað. Það er einhverjir ný vandræði hjá okkur. Við höfum aldrei lent í þessu áður að tvær útsendingar skarist einhvern veginn svona. Jæja, Steinþór, nei, tekur ekki yngastið. Kemur Bjarni, finnur Nökkva tilbaka á Bjarna. Bjarni með mikið pláss. Kemur þetta með skiptinguna. Hún er góð, frábær móttaka en boltinn endar aftur fyrir. Káa liðið á hérna hornspyrnu. Hún er fín og þessi endar í netinu. Já. Þetta var laglega gert. Og sjáum þetta aftur hérna. Aftur bolti og þetta er virkilega vel gert hjá Binna. Sjáum þetta einu svona aftur hérna. Flott spyrna og Brynjar Ingi með flottan skalla. Þetta er vel gert. Káa komið í 2-0. Steinþór brotlegur hérna, býtur á Viktori, ekki nokkuð spurning við það. Sjáum hvað gestirnir gera hérna. Það komnir í erfiða stöðu 2-0 undir. En skyldi svona aldrei afskrifað á. Þetta kemur boltinn inn á teiginn en það er enginn sem nær til hans og þessi endar aftur fyrir. Ja. Eins og ég segi, Káa liðið búið að byrja leik bara freka vel og gaman að sjá strákarna mæta 100% klárir í leikinn. Ekki byrja rólega og fara svo af stað þegar svona síðara hálfleikur fer af stað. Þetta er vel leyst hjá strákunum. Boltinn fram hérna á Steinþór reynir að taka þrívítingin, gengur ekki. Ég sé þetta fyrsta mark sem að Steinþór gerði eðlilega opnaði leikinn töluvert. Það var þetta grautfúlt fyrir Kristoffer Má í markinu að missa boltan inn í nettið. Hann var alveg með boltan frá Steinþóri. Svo í kjölfarið þetta flotta mark frá Brynjar Inga. Og Káa liðið með ansi gott tak á þessum leik.
tilbaka á Brynjar. Kvalið komið hátt á völlinn og bara spurningum að finna einhverja leið í gegnum þessa öflugu vörn þeirra bláklæddu. Bara sína þolinmæði. Það vinnur náttúrulega allt með okkur núna. 2-0 yfir. En 60 mínútur eftir þessum leik. Tilbaka á Hallgrím Jónasson finnur Elvar Árna. Elvar tekinn á honum. Nei, Elvar Árni hann er svo naskur að ná alltaf öllu þessu lausu boltum og nú er ákveðið séns á okkur. Boltur út af kant og fyrirgjöfun á allt í lagi en svífur fram hjá öllum. KA fær hornið. Já, skoruðum úr síðasta horni, eða upp úr síðasta horni. Hvað gerum við núna? Það kemur hornið, þeir náðu sér frá og hún liggur. Hvað er þetta? Brynjar Ingi sem liggur eftir. Þetta sé ekki alvarlegt, hann er allavega staðinn upp. Nú held ég geti fullyrt að allt sé orðið eðlilegt hjá okkur. Blakkið búið. Þannig að núna er bara vonandi í lagi bara með útsendingun okkar. Getum við bara einbytt okkur að klára leik með sæmt. Þessi 2-0 fyrir KA og útlitið bara frekar gott. KA vinnur frábæra 3-1 sigur í Blakkinu á Álftanesi eða á Álftanesingum í KA-milinu. En hvað er það? Áfram með smjöri hér og þetta er aukaspyrna. Þetta var alveg við teginn. Spurning hvort að við sjáum þetta þokkalega hvar brotið er. Já, held sé rétt. Það sé rétt fyrir utan teginn. Þannig að þetta er aukaspyrna. Og enn erum við að fá spyrnur á fínum stað. Og þess að kannski erfiðar að skjóta markið úr þessari stöðu. Það væri náttúrulega draumur að bæta við einu marki viðbót fyrir hálfleikinn. Já, vonum að sé í lagi með hann Snorra. Hann fær hérna aðhlynningu og fer út af vellinum. Allavega 10 mínútur til að byrja með. Og Bjarni Aðarsteinsson býr sig undir að taka þessa aukaspyrnu. Klárlega að leita einhverjum góðum skalla hérna. Eða tekur bara með jörðinni og þetta skot frá Elvari Árna. Þetta jaðraði alveg við hendi þarna en sjáum við þetta aftur. Nei, þetta er bara hornspyrna. Kemur hérna út fyrir á Steinþór gerir þetta fel hælspyrnuna og
Hérna á Elvar Árna sem missar einn teignum. Nú komaði hratt á okkur. En Otto gerir þetta vel. Og innkast fyrir gestina. Já, þessi bolti fer fram í áhengjum öllum, enda bara út af. Svona aðeins dottið niður tempóið hérna. Kannski eðlilega þetta fara að vera ansi erfitt fyrir Dalvík Reyni. 2-0 undir hérna gegn fara frekar öflug og verðspilandi KA-liði. Hérna kemur boltinn eins og fram og hörku skot frá honum Sölva Sverrissyni. En boltinn endar í kraununum hjá Kristjáni Ayalo og þetta er vel gert hjá Nökkva og Nökkvi á Otto tilbaka á andra Fannar. Fannar með skiptingun hérna á Hrannar og Bjarna, já, þetta er ágætlega að spila á KA-liðinu. En ágætis skipulag hjá gestunum. Missir Otto boltan út af. Óskar Braga, þjálfari Dalvíkur Reynis, er náttúrulega magnaður karakter. Var aðstoðarþjálfari KA meðan Túfa var að stýra liðinu. Mjög skemmtilegur og flottur kall og er að gera flotta hluti með Dalvík Reyni. Jájá, það er hasar í mönnum, það er að gera. Sex mínútur eftir það sem fyrir áleik. Kæmi ekkert á óvart að bæði liðið séu svo aðeins að bíða eftir hléinu. Bjarni boltar hérna á Elvar Árni, tekur hann vel niður og reynir sendingar inn fyrir, gengur upp og Hrannar með skotið fram hjá. Það var bara fín tilraun en Hrannar náði að geta markið. Hrannar gerði geggja markið í síðasta leik, beintur aukaspyrnu gegn Leikni Fáskrúðsfirði. Kórónaði gull þriðji sigur KA-liðsins með þriðja markinu í 3-0 sigri. Kemur hár bolti
En Hallgrímur skallar hann þetta beint út á Viktor og Viktor er ekki að gera nógu gott úr þessu, missir boltan í kjölfarið. Kemur Sveinn á Nökkva og Nökkvi á kantinum. En vel gert hjá honum Steinar Loga. Boltinn endar í horni fyrir KA-liðið og Bjarni sem áður býr sig undir að taka spyrnuna. Þess að segja spyrnum með það góður. Hann tekur hann stutt og kemur svo með fyrirgjöf í kjölfarið en þessi endar framhjá. Já, langar að hrósa KA-liðinu fyrir það að mæta strax frá fyrstu mínútu klárir í slaginn. Fyrirfram auðvitað reikna menn alltaf með sigri KA-liðsins en það þarf að hafa fyrir því að vinna þessa leiki. Reikna með því að menn hefði aðeins tekið sig til í andlitinu. Það voru lengi í gang á móti Leikni Fáskrúðsfirði í síðasta leik. Þetta missir andakvarna boltan. Þetta er vel gert hérna hjá Sölva. Kemur svo með skiptinguna. Hún gengur ekki upp og Otto skattar tilbaka á Hallgrím. Hallgrím sallar rólegur. Vítur hringur sig og finnur Andra Fannar og Andri Fannar hérna á Nökkva. Nú keyrir Nökkvi þetta upp. Fín hreyfing hjá honum. Sittur hann Elvar Árna. En gestirnir fljótir að koma sér í stöðu. Bjarni með skiptinguna hérna, eða út á kantinn, minna ég. Já, þetta þurfa að hafa svolítið fyrir því að opna vörn gestanna. Kemur Otto á Nökkva, hvað gerir Nökkvi, situr hann fyrir. Boltinn endar hérna hjá Bjarna. Jæja. Kantinn hann Hrannar. Kemst ekki í fyrirgefa stöðu en gerir þetta mjög vel fyrir Steinþór. Steinþór og Andra Fannar. Það gengur þetta vel á milli manna. Otto situr út á kantinn og þarna kemur fyrirgefin og endar hjá Steinþór og Steinþór skorar. Hanna markið hans Steinþórs í leiknum. KA komið í 3-0. Þetta var vel gert. Boltinn á Nökkva á kantinum og Nökkvi á Steinþór og þetta missar hann inn. Já, 3-0. En já, staðan 3-0. Steinþór Freyr á skotskónum. Staðan orðin 3-0 hérna. Þetta er bara til fyrirmyndar hjá okkur. Boltinn endar hérna svo hjá Kristján Jajalo. Já, það er líklegt að gestirnir eru ansi fegnir þegar það eru flautað til hlés. Þetta er búið að vera svolítið erfitt fyrir þá. KA búið að stýra þessu leik vel. Ekki boltinn upp á Nökkva og Nökkvi. Jæja, færingkastið. Og Nökkvi svo miklu harðfylgi brýtur hérna af sér. Jæja. Brýtur hérna á Jónasi. Já, búið að vera vel útfærður leikur í KA-liðinu. Dalvík reynir náttúrulega í annar deildinni.
voru nýliðar þar á síðasta sumri. Þeir stóðu sig vel. Endu svona miðja deild. Nökkvi þeir einmitt var ansi stór partur af því að tryggja þeim sæti í annar deildinni. En það kemur sendingi inn fyrir en Otto tekur þetta vel og brotið á honum. Viktor Daði ekki ánægður með þetta en ég held að það sé rétt að þetta hafi verið brot en það kemur bolti inn fyrir. Nökkvi snöggur og hann það snöggur, hann tekur þetta en fekk snertingu en ekki dæmt. Ég alveg klára því að þetta hafi verið snerting en kannski fór Nökkvi full auðvitað niður. Jæja, þá flaut til hálfleiks. KA 3-0 yfir. Já, KA 3-0 yfir. Sjáum hérna fyrsta markið. Boltinn hérna datt fyrir framann Steinþór og Steinþór plaffaði sig en Kristófer í markinu mista hann inn fyrir og það var hansi auðvelt mark fyrir KA-liði. Hérna kemur mark nummer 2. Það gerði hann Brynjar Ingi Bjarnason. Flottur skalli hjá honum á fjarstungina og það var svo Steinþór Freyr sem skoraði þriðja markið. Við vísu náðu kannski ekki alveg ná vel á mynd en hérna kemur þryggjum frá Nökkva og Steinþór laðan vel í netið. Staðan er 3-0 fyrir KA í leikliðinu og við tökum okkur smá pásu en komum svo að Vörðuspori fersk í seinni hálfleikinn. Sjáumst þá.
Já, þá erum við að fara að verða klár í síðari hálfleikinn. KA 3-0 yfir. Og byrjar hér með boltan í síðari hálfleiknum. Já, Steinþór Freyr með 2 mörk og Brynjar Ingi með 1 og þá síðari hálfleikurinn kominn af stað. Sáum að Þorri Mar mættur lið KA. Mættir fyrir hann Hrannar. Við fær þá góða hvíld. Nei, fyrirgefið, Hrannar hérna. Hrannar fær enga hvíld. Hérna kemur Þorri með fyrirgefina, en hún endar hjá Kristófer í markinu. Já, það verður Hallgrímur Jónasson sem fekk hvíldina. Þetta gerir Þorri vel. Bjarni tilbaka á Þorra. Þorri leysir þetta vel. Ímir líka mættur. 2 skiptingar í KA-liðinu í hálfleiknum. Ímir og Þorri báðir inn. Að gera að halda bara áfram frá því var horfið í fyrri hálfleiknum. Það var flottur fyrri hálfleikur. Það kemur bolti frá Hrannari og Nökkvi reyndi hvað hann gat en náði þessum ekki og þetta endar í markspyrnu. Já, stefnir allt í að KA-liðið verði með fullt úr stiga eftir 5 leiki af 6 í Kjartavæðsmótinu. Þá bara spurning hvort að Þórsararnir klári seinleik gegn Leikni í Fáskrúðsfirði. Þá fáum við úrslitaleik milli þeirra þessara 2 liða næstu helgi. Þorri gerir þetta vel og tekin á Otto og gestinir fá hérna innkastið. Jón Heiðar Magnússon vinnur það vel. Andri Fannar á Þorra. Þorri aftur á andra. KA-lið búið að þetta boltan ganga vel á milli sinni hér í dag og halda boltanum bara virkilega vel. Því miður ég ekki með hlutfall á boltaprósentu. En hún væri náttúrulega svolítið mikið KA í vel. Bjarni út á Þorra. Þorri á. Reynir þetta sendingu inn á Elvar Árna, gengur ekki. KA-liðið fær innkast hérna. Nei, fyrirgefið, það eru Dalvíkingar sem fá það. Já, gaman að rýna í bekkinn hjá Dalvíkingum. Þar til dæmis Tómas Veigar Eiríksson. Hann spilaði nú á móti KA með Magna á dögunum. Ef hann kemur inn á þá er þetta annar leikurinn í móturinn, hann spilar á móti KA. Uppalinn í KA. Mikill KA-maður að sjálfsögðu. Þetta er ansi erfitt sem Sölvi er að reyna þarna. En svo sem fínt að hafa trú á að það geti gengið upp. En halda boltanum. Og þetta var vel gert. En það var alveg verst vel. Þessi enda svo út af. Þeir falla þá aftur á völlinn. Þeir bláklæddu. Elvar Árni á Bjarna. Bjarni á flott skipting hérna. Þorri
Veit af Elvari en þarf að snúa. Andri Fannar hérna setur hann bara yfir á Nökkva. Nökkvi Elvar Árni á Nökkva. Þetta mátti litlu muna. Þessi bolti endar alltaf á Hrannari. Aftastur varnarmaður KA þarna. Hrannar hálfgerður miðvörður núna eftir að Hallgrímur Jónasson fór út af. Áhugaverð tilraun sem endar í hornspyrnu. Já, sjáum hvort að KA ná að bæta fjórða markinu við. Þetta kemur boltinn. Þetta er á fjarstöngina og þessi endar. Hjá Nökkvi. Boltinn til Otto. Mikil baráttu boltan hérna inn í teignum. Kom boltanum hérna á Bjarni reynir sendingarni fyrir gengur ekki. En áfram heldur pressa KA liðsins. Þorri tilbaka á Hrannar vantar kemur bara fyrirgjöfina. Nei, fyrir Bjarna undir kantinn og nú kemur fyrirgjöfin en siglir fram hjá öllum hérna og endar aftur fyrir. Já, það er ekki búið að margar sóknirnar hjá gestunum sem hafa endað með einhverju alvöru hættu við mark KA liðsins. Kemur Otto á Elvar Árni á Andra Fannar sem reynir strax sendingu hérna á Nökkva. En Nökkvi fær þó innkastið. Útrúlega gaman af bæði Nökkva og Þorra. Þeir bræður ótrúlega duglegir, hlaupa hratt og hlaupa líka mikið. Kemur Þorri. Boltinn af Þorra og út af. Þannig að þetta er bara markspyrna fyrir gestina. Ja. Fýtt varnarleikur á gestunum en KA liðið heldur þó boltanum. Þetta er orðið mikið þolinmæðisverk að reyna að brjóta. Dalvíkur reynir liðið að baka aftur. Aðeins ná að núrstilla sig eftir hléið. Þetta fær KA liðið hausu. Hornspyrnu. Þetta stutt og þetta kemur fínn bolti og Elvar Árni með hörku skalla sem að enda framhjá. Það var vel útfært KA liðinu. Þeir eru fljótar koma boltanum í leik eins og það gestirnir og Elvar Árni situr þetta svo út af. Sjáum þetta hérna kemur boltinn og Elvar Árni er rétt framhjá. Ekkert að þessu, fyrir utan bara boltinn hefði getað farið aðeins nærri markinu. og 5 mínútur eftir að þessu og þetta er eiginlega meira spurning hversu mörg mun KA skora í viðbót. Heldur hvort að Dalvík ná að koma sér betur inn í þetta. Ja, Dalvík reynir.
Fín pressa þarna frá Sveini. Komum mitt til K.A. frá Dalvík Reyni. Hann spilaði þar mitt síðasta sumar. Og þetta er ljótt brot hérna en áfram með smjörið. Þessi enda framhjá. Og þetta er fyrsta gula spjaldið. Já, brotið þarna á Sveini. En já, vel gert að láta leikinn halda áfram. K.A. var í ágætri stöðu þarna en boltinn endaði svo framhjá. Hérna er séns á kantinum Jón Heiðar með boltan fyrir en boltinn beint til Kristján Jajalo. Fljóta komin í leik, reynir að finna Nökkva. Hann gerir það, Nökkvi. Gerir þetta vel, heldur honum. Býður eftir smá hjálp, Elvar Árni á Nökkva, Nökkvi á Otto. Og þetta er brotið á Nökkva og Otto þrumar sér markið. Gerir þetta geggjað 4-0 Otto Björn. Mér fannst nú eins og Valdimar hafi verið búinn að flauta en jæja, sjáum. Þetta er geggjað mark hjá Otto. Já, sá hitti boltan en ég er nokkuð vissum að Valdimar dómari hafi verið búinn að flauta brot þarna. En jæja, áfram með þetta, staðan er 4-0. Og þetta er virkilega vel að hæla Elvari fyrir þetta. Otto, brotið á honum, þetta er klárt gult spjald á Kristinn Þór Björnsson í bókina. Annað gula spjald leiksins. Og nú held ég að þetta verði lengi að líða fyrir gestina. Staðan er 4-0. K.A. að leika á alls oddi núna. Og greinilega komið smá pirringur hjá gestunum. Þetta er alveg, það er lítið gengið upp hjá þeim í dag. Þeir hafa þurft að verjast á ansi mörgum mönnum og þá er þetta erfitt að spila góðan sóknarleik. Og Bjarni Aðarsteinsson við boltan hérna. Reynir nú væntanlega fyrirgjöf núna. En hvað veit ég? Já, kynni fyrirgjöfin, en hann er enginn með boltinn of langur og staðan því áfram frá 4-0. Hún breytist ekkert við þetta. Já. Sjáum hvað. Eins og segi, mér finnst þessi leikur eiginlega svolítið ráðinn. Dalvíkingar eigi eitt skot á markið í leiknum til þessa. Það fór beint á Kristján Jajalo sem hefur verið bara öruggur í sínum aðgerðum, þá hefur ekki reynt mikið á hann. Það gerir Þorri vel og Otto sækir innkastið í kjölfarið. Bjarni tilbaka á Þorri á Andrafannar sem er í smá pressu núna. Hann losar hana bara strax á Ími. Þetta geraði vel, nú komaði hratt á okkur. Nú er lag fyrir Dalvík Reyni. Kemur bara skotið, en það er varið á Kristján Jajalo. Jajalo algjörlega með þetta á hreinu. Og K.A. því enn og aftur komið með boltan.
Gerum við hér, Elvar Árni. Við vorum hérna á Andri með boltan fyrir. En ég held að skiptið er Kristófer vandanum vaxinn. Og hann heldur boltanum. Það er vel gett að halda þessu bolta. Einhverjur hefði mist hann frá sér hérna. Langur bolti, allt og langur bolti. Og Hrannar skattar tilbaka á Jæjaló. Já, flott baráttu hjá gestunum hérna að ná boltanum. Það er verið að sækja fleiri mönnum og Elvar Árni pikkar þetta upp. Það var Þórður Daði 1. Bláklæddur hérna á vatarnum KA-liðsins. Jón Heiðar. Sýtur boltan tilbaka. Og hérna Elvar Árni keyrir Kristinn Þór niður hérna. Já, ekkert á þetta, en boltinn heldur bara áfram. Jón Heiðar. Nei, Otto gefur honum ekkert. Þannig að hann nær ekki langboltanum fram sem hann var að hóta þarna. Já, þetta er svona fyrst því langa tíma sem að sé gestina halda boltanum svolítið. KA-liðið er bara að leyfa með það. Bíður eftir því að komi nær og hérna er brotið á honum Rúnari Frey. Og þá er skipting á KA-liðinu. Nökkvi þeir út og Bjarni Aðarsteinsson einnig. Já, Adam Örn mættur ásamt honum Gunnari Örvari. Þá er bara Angati Máni og Aron Dagur eftir á bekknum til að koma inn á. Og ansi ólíklegt að Aron Dagur kom eitthvað inn á. Það er líklegt að KA samt nýti eins og alla skiptingar fyrir útileikmennina. Kemur boltinn. Ekkert bá fyrir Brynjar hins að koma boltinu frá. Gunnar Örvar. Nei, missar hann endanum. Boltinn eins og er endað hjá honum Otto. Otto vil tansa með boltan, hann gerir þetta virkilega vel. Rannar svo á Elvar Árni. Já, gerir þetta vel. Sýfir boltanum inn og Gunnar Örvar. Þarf einhverja hjálp. Einhverja mæti teginn. Þannig að hann bakkar út úr þessu. Og Otto missir svo boltan út af í kjölfarið. Já, þetta var bara vel gert. Við náðum að sýfa boltan inn fyrir á Gunnar Örvar nýkomin inn á. En því miður þá var enginn komin inn í teginn en hann náði ekki koma boltanum inn. Elvar Árni með boltan fyrir. Þar er enginn. Já, við þurfum að vera sneggri að koma mönnum inn í teg. 20 myndir búnar af þessum síðara hálfleik. Komið 1 mark eftir hlið.
Hrannar Andri Fannar áfram hérna, já segir hann ennþá í leik. Elvar Árni gerir vel að halda þessu. Sveinn gerir það líka þarna, kastar sér fyrir boltan. Reyna skiptinguna, þar Ýmir og hann setur þetta út af. Ja, Jón Heiðar gerir hann á, leggur boltan hérna hliðar á Þorvald. Þorvaldi kemur boltanum þó ekki framhjá Kristján Jæjaló. Hann búinn að grípa inn í alla það bolta sem hafa komið inn á boltanum. Þetta búið að vera ansi þægilegt dagsverk til þessa hjá KA-liðinu. Þeir hafa líka unnið fyrir í sáðanir, búin að taka þessu verkefni að fullri alvöru. Þetta alltaf eina vitið að fara ekkert út úr þessum æfingarleikjum og leggur þið fram. Hrannar kemst inn í þetta, en svo setur hann út af. Já, gestirnir eru búin að vera töluvert meira með bolta núna heldur en framan af leik, en þeir eru í vandræði með að ná að skapa eitthvað að ráði. Það er alveg hætt við því að þeir eru að koma svona framar á völlin að það endi með því að KA-lið refsi. Sveinn hérna á Hrannar. Hrannar tekur vel við honum, setur hann á Elvar Árna sem fær hann tilbaka. Andri Fannar reynir skiptinguna, gengur ekki, boltinn endar hérna hjá Ými. Nei, já, Ými á fyrirgefið. Sjáum hvað gerum við upp úr þessu innkasti. Nei, Elvar Árni náði ekki alveg að koma boltanum, koma hausnum þennan bolta. Já, Otto pikkar þetta út þarna. Ég segi, þeir farnir að vera meira og meira með boltan en gengur ansi erfiðlega að koma boltanum í álitlega stöðu. KA-vörnin Hesta reynir klár í slaginn. Þarna brýtur Patrekur Hafliði Búason á honum andrafennari. Óþarfa brot, en jú, svo sem hjálpar því að menn komst í stöðu. Eiginlega heppinn að fá ekki spjald. Kemur sendingi frá Hrannari. Þetta gerir Elvar Árni svo ótrúlega vel. Hann gefst aldrei upp og hann er svo ótrúlega ofta að pikka boltan af mönnum og vinnur hérna hornspyrnu. Það er ekkert bara að líta á einhverja markaskorun þegar kemur að Elvar Árna. Hann gerir svo miklu meira.
Þetta fín tilraun en KA-liðið fær annað horn. Hrannar og síðan í leik hérna, Hrannar kemur bara aftur með boltan og þessi endar hjá Ýmir plaffar þessu, úff, þessi rétt framhjá. Sjáum við hérna hörkuskot af vörninni og því fáum við enn eina hornspyrnuna. Spyrnan var Hrannari, hún fín en Brynjar Ingi þarf aðeins að teygja sig í þetta. Hann hefði fyrir vikið ekki að stýra þessu á markið. En já, eins og ég segi, búið að vera margt jákvætt í leik KA í dag. Þetta staðan 4-0. Hrannar nær þessu bolta. Skýlir hann út að fær sveinkastið. Andri Fannar með slaka spyrnu þarna, verður aftan. Hann Þorra og Þorri fnissar hann svo út af. Þá skipting hjá gestunum. Jónas Aron farinn af leikvelli. Já, eins og ég segi, hann Jónas Aron fór á velli og inn á hans stað kom Sveinn Sigurbjörnsson. Og hér fá gestirnir innkast upp við hornfarann. Þetta vissi KA-liðið vel, Elvar Árni. Kemur boltan fram hérna á Otto. Otto þarf svolítið að hlaupa til hliðar ná þessu bolta en heldur þessu í leik. Kemur svo hérna sendinguna Svein markir. Við boltan fyrir og Gunnar Orvar missir hann og já, Þorri var aðeins og seinna að fatta að boltinn var að enda hjá sér og næri ekki að gera betur en þetta, boltinn endar út af. Já, þetta var mikil hætta upp í mark Dalvíkur Reynismanna. En þeir sluppu með skrekkin. 73 mínútur verða búnar að þessu. Kemur mér ekkert á óvart og KA myndi ná að bæta við marki. Andri Fannar dæmdur brotlegur þarna. Svona ekki mikið í þessu en jú, bara að halda áfram hérna. Þessi KA-liðið fara að leyfa gestunum að spila meira og boltanum. En það er erfitt að í mikilli pressu í 90 mínútur. Gunnar Orvar færði hann að bolta. Kemur boltan hérna á Þorra. Já, vel gert hjá Andra Fannari þarna. Halda boltanum. Náum við fyrirgjöfinni, nei, fáum innkastið. Já, eins og ég segi, verður að hrósa strákunum fyrir leikinn í dag. KA-liðið að fara upp í 15 stig með þessum sigri. Settum tilbaka hérna á Jæjaló.
Hrannar á Svein og Svein. Já, gerir þetta vel. Þorri á Ýmir. Já, það var fín tilraun af KA-liðinu. En endar hérna hjá þeim bláklæddu. Það má Hrannar í smá pressu, kemur hann fram á Otto hérna á kantinum, hvað gerir hann? Setur tilbaka Hrannar setur hann Otto aftur, Otto undir pressu og færingastig, já. Nú liggur Kristinn Þór eitthvað eftir. Þetta sé ekki alveg rétt því hann heldur áfram. Hrannar víst undir að taka innkastið. Hrannar getur nú alveg kastað þokkalega langt drengurinn. Þetta vantar stutt núna. Reynir að finna Elvar Árna, boltinn endar hérna hjá Sveini. Sveinn Margeir. Boltinn af Jóni Heiðari og út af, hann að KA fara hálsspyrnuna. Það er að styttast í að þessi leikur kláraðist, en kemur ekki óvart að KA með inn á 5. markinu inn. Fyrir það kemur allavega, eins og segir, ekkert óvart. Hér kemur boltinn á fjárstykir, hann er kannski full-löng þessi spyrna, en höldum við í leik. Elvar Árni reynir þetta bolta inn fyrir, gengur ekki. Og enn einn markspyrnan hjá gestunum. Já, Sveinn Margeir dæmdur brotlegur þarna. Kristján Freyr. Já, tekur svo spyrnuna endanum. Náttúrulega þekkjum við ansi vel hérna í KA starfinu. Kristján Jaló á Hrannar. Já, reynum að lokka gestina aðeins framar á völlinn. Sveinn Margeir, hvað gerir hann? Setur hann hérna á Gunnar Örvar og Elvar Árni reynir skemmtilega hælspyrnu þarna. Hann gengur ekki upp. Þetta endar í innkasti fyrir gestina. Elvar og Gunnar Örvar í pressunni og Otto, ítir þessu út af innkast. Fín pressa á KA-liðinu. Þeir eru að klára þessar 90 mínútur á fullum krafti. Otto, nær ekki að stýra boltanum á Elvar þarna. Þessi bolti inn fyrir ólangur, en Kristján Jaló
eins og ég segi, lítið sem ekkert gengið upp sóknarlega hjá gesturum hér í dag. Heldur í 2 skot á markið. Bæði verið varin ansi auðveldlega hjá Kristján Jæjaló. Herðu, þessi bolti hendar út af hálfgerð gildra þarna hjá honum Sveini Sigurbjörnsinni að hóta takan en láta svo bara fara. Fær það hingasti í kjölfarið. Það var áhugaverð frétta. Og hér er forritandi brotlegur. Það verður vantilega ekki mikið bætt við þennan leik. Valla búið að vera einhver töf í þessum síðari hálfleik til þessa. Þarna fer KA Ungasti. Elvar Árni skiptir hérna á Otto Björn. Já, fín hugsun en Þorri nær ekki til knattarins. Það kemur fyrirgjöfin, hún fer fram í öllum og endar aftur fyrir. Já, þetta er svolítið búið að vera saga gestanna sóknarlega í dag. Þegar það er komið nálægt markinu þá vantar gæði eða allavega athygli. Eða einbeitingu öllu heldur. Þau er stranda full auðveldlega hjá þeim. Gunnar Örvar á Elvar Árna. Elli reynir að skipta á Hrannar, gerir þetta virkilega vel og Hrannar reynir skallan inn fyrir á Otto nær þessu. Kemur á Hrannar tilbaka á Svein Margeir. Sveinn og Elvar Árna og Elvar. Já, Svein. Hansi markir á litlu svæði hérna. KA setur boltan tilbaka. Hann er að byrja þetta upp á nýtt. Andri á Hrannar. Hann kemur bara með bolta hérna á Svein sem setur hann aftur á Andra Hrannar. Þessi svo endar hjá Kristófer í markinu. Já, þetta búið að vera ansi rólegar síðustu mínútur hjá okkur. Enda úrslitin ráðin. Segi KA að sigla 5. sigri sinum af 5 mögulegum í Kjartanfæsmótinu. Aðeins loka leikurinn eftir sem er eftir viku gegn nágrannum okkar í Þór. Allt útlit fyrir að það verði úrslitaleikur mótsins. Reikna fastlega með að Þórsararnir klári Leikni Fáskrúðsfjörð. En ef að svo fer að Þórsararnir vinni sinn leik þá dugar KA-liðinu jafntefli til að vinna mótið. KA er með 15 stig eftir hennar leik og Þórsararnir eru það með 13. En það breytir því ekki, það er alltaf bara líf og dauða þegar KA og Þór mætast. Elvar Árni
heldur boltanum, það svo ótrúlega erfitt að taka boltan af Elvar, að sjá hvernig hann leikur á það 2 þarna, hoppar með tæklingunni líka, gjörsamlega frábær Þorri með skotið og Kristófer nær boltanum endanum. Þessi flétta hjá Elvari Árna, gjörsamlega frábær. Hans leikur í hnotskurn, berst alla bolta og ótrúlega góður að halda boltanum og ná að snúa. Þessi sendi ekki alveg nægilega góð og svo brýtur Ímir af sér og líklegast að fara í bókina. Já, það gult spjald á Ími Má. Fyrsta gula spjaldið á KA-liði í dag. Réttur rúmar 4 mínútur eftir að þessu. Kemur ekkert óvægt að yrði bara flautað af á 90 slétt. Þannig vinnur KA-liði boltan. Adam tekur við honum hérna. Leitar að mönnum. Setur hann svo á Andra Fannar. Ímir með bolta hérna sem aðeins og langur. Og Kristófer Már tekur hann upp. Já, þetta fóði aukaspyrnu. Þetta eins og ég að fjara út hjá okkur 3 mínútur eftir að þessu. Stjórn eiginlega bæði lið. Búin að vera bara að bíða eftir lokaflautinu núna síðustu mínútur. Þetta búið að vera ansi rólegt núna. Þetta laglega gert. Finnir að sína það að hann getur líka alveg haldið bolta og farið fram með mönnum. Sveinn Margeir setur hann hérna tilbaka. Já, Hrannar biður mönnum að vera þolinmóði. Svo er bara að saga leiksins. Dalvík reynir búið að verjast frekar aftarlega allan leikinn. KA-liðið búið að fá svona mestu leyti að halda bolta, leita að einhverjum glufum. Þetta vinnaði boltan á okkur, sjáum hvað þeir ná að gera. Broti á Patrik hérna. Nei, fyrirgefið, það var hann Atli Snær fyrirgefið sá broti á. Og hérna á síðustu mínútu venjulegs leiktíma fá gestirnir aukaspyrnu hérna á ágætis stað. Skildi þó aldrei verða að þeir muni ná að pótin marki hérna. Veit að KA-liðið vill endilega fá aftur
að halda hreinu og þetta fer fram hjá öllum mönnum þessi bolti. 4-0 sigur KA líklegast að verða veruleika núna 15 sekúndur eftir að venjulegum leiktíma. Býður mann eftir að Kristján Jajalo taka markspyrnuna, gerir það þarna. Nú bara harðspyrning hvenær lokalhöldi kemur. Sveitina Finnur Hrannar. Þess að KA fær allavega eitt tækifæri viðbót til þess að bæta við marki. Gunnar Örvar tekur þetta vel niður. Heldur boltanum vel, kemur honum hérna. Elvar Árni á Otto Björn. Elvar Árni með boltan hérna. Það er innkastið. Næja. Otto tilbaka á Elvar Árni með boltan fyrir. Gunnar Örvar tekur hann niður. Boltin er í leik. Þessi endar í innkasti. Já, greinilega ennþá eitthvað eftir að uppbótartímanum. Hrannar tekur þetta, nú er flautan komin upp í munn hjá Valda dómara. Nei, hann býður ennþá með þetta og þetta endar í hornspyrnu. Næja, náum við einu markið viðbót. Það væri óskandi. Þetta stutt. Otto meðan fyrir. Það er enginn. Og þá er flautað til leiksloka. 4-0 sigur KA staðreynd. Þetta var ansi sannfærandi. Strákarnir bara eiginlega frá fyrstu mínútu tóku leikinn góðu taki og vinna sannfærandi 4-0 sigur á Dalvík Reyni. Við kíkja á mörkin áður við segjum þetta gott. Þetta kemur fyrsta markið. Boltinn dettur fyrir framan Steinþór Freyr Þorsteinsson sem að plaffara markið en Kristoffer í marki gestana missi boltan í netið. Svo var það Brynjar Ingi Bjarnason sem kom KA í 2-0 þegar hann skallaði hornspyrnu frá Bjarni Aðalsteinssyni í netið. Þriðja markið kom rétt fyrir hálfleikinn. Það var Steinþór Freyr aftur. Skoraði þarna eftir fína sendingu frá Nökkva Þeir. Og loka markið og eina mark síðar hálfleiks. Það var svona af dýrari gerðinni. Otto Björn með þrusu skot fyrir utan. Gerði þetta mjög vel og KA vinnur 4-0 sigur. Við í KA TV þakkum fyrir okkur og minnum á að það verður þá hörkuleikur næstu helgi KA Þór sem að mun ráða úrslitum hvort liðið vinnur mótið.